Ok, við ætlum að fara að tala aðeins hornalínugerning, kafli 5.3 eða það sem heitir diagonalization. Við ætlum að hornalínugera fylki. Við ætlum semst að skrifa fylkið okkar A, eitthvað fylki A, sem fylki P sinum D sinum P mínus fyrsta. Það sem þetta fylki D hérna er hornalínufylki. Nú, þá fyrsta sem við þurfum að vita náttúrulega er hvað er hornalínufylki. Nú, hornalínufylki kallast á ensku diagonal matrix. Það er sem sagt ferningsfylki, alltaf bara n sinum n fylki, þar sem öll stökin fyrir utan hornalínuna eru 0. Nú, sem dæmi svona hornalínufylki má gefa til dæmis fylkið 1001. Þetta er hornalínufylki. Öll stökin fyrir utan hornalínuna sem er þessi eru 0. Og annað dæmi hornalínufylki er fylkið 100, 020 og 00 -1. Þetta væri líka hornalínufylki. Nú, hornalínustökin mega sannarlega vera 0, þannig að við myndum segja að þetta hérna væri líka hornalínufylki. Nú, hornalínufylki hafa þægilegan eiginleika þegar kemur að því að hefja upp í veldi. Skulum sjá dæmi þetta. Segjum að ég sé með þetta fylki hérna 5003. Þetta er hornalínufylki og við ætlum að reikna D í öðru. Þá er ég að margfalda sem sagt D við D. Svona. Og við notum hérna margfaldun þessi lína sem þessi dálkur og svo framvegis til að fá öll stökin. Og kemur ljósið við fáum 5 í öðru, 0, 0 og 3 í öðru. Nú, ef við ætlum að reikna D í þriðja, þá myndi ég margfalda D í öðru við D. Þá er ég semst að reikna 5 í öðru, 0, 0 og 3 í öðru og margfalda það við 5, 0, 0, 3 fylkið. Og kemur í ljós að þetta gefur mér 5 í þriðja, 0, 0 og 3 í þriðja. Við reiknum bara upp á þessu. Og svona get ég haldið áfram, þannig að ég sé að munstrið er þannig að ef ég reikna D í veldinu K, þá er ég að fá 5 í veldinu K, 0, 0 og 3 í veldinu K. Það er sjáið, fáum þetta aðeins hérna skýrar þetta K hérna. Úps. Sjáið, það er auðvelt að reikna fylkið í veldinu K ef við erum með hornalínufylki. Ok, nú snúum við okkur að því að hornalínu gera eitthvað fylki A. Skrifa á þessu formi og til að finna fylkin P og D sem hornalínu gera A, þá koma eigingildin og eiginviðran í stertinn. Sjáum hvernig. Ok, gerum ráð fyrir að við séum núna með n sinum n fylki A sem hefur n línulega óháða eiginviðra, við ætlum að kalla það P og svo ætla ég að búa til fylki stóra P sem inniheldur eiginviðrana sem dálkaviðra. Ok, nú pröfum við að reikna hérna margfalda saman A og P, sem sagt fylkið og eiginviðra fylkið. Okay, þá segjum við, ég er með A sinum P1, P2 og svo framvegis upp í Pn. Þeir eru allir hérna í dálkunum, ger ég oft svona strik hérna til að sína það. Og einlega til að margfalda saman svona 2 fylki, það er að margfalda hvern dálk í seinna fylkinu með fylkinu A, sem sagt fyrra fylkinu. Þannig með AP1 sem gefur 9 vegur, sem er fyrsti dálkavegurinn hér, og svo alveg upp í APN sem er endi vegurinn, sem er síðasti dálkavegurinn í AP. Nú, að því að P1 og P2 og P3 upp í PN er allt eiginvegrar, þá gildir sem sagt að AP1 er eftir lambda 1P1. Það er skilgreiningin á að það sé eiginvegur. Þannig að í staðinn fyrir að skrifa AP1 get ég skrifað lambda 1P1. Þannig að þetta fylki hér verður í fyrsta dálkinum í staðinn fyrir að standa AP1 getum við skrifað að standi lambda P1 því það er sama talan, sami vegurinn. Þetta gerum við fyrir hvert dálk fyrir sig. Ok, þannig að nú er ég með fylki sem inniheldur bara eigingildin og eiginveruna fyrir fylkið A. Og nú ætla ég að skipta þessu upp í 2 fylki, annað sem hefur eitthvað með eigingildin að gera og hitt sem hefur eitthvað með eiginviðran að gera. Þá tek ég hérna eiginviðrana, ég ætla að hafa fylkið mitt P hérna. Og þá þarf ég að hugsa út hvað þarf ég að margfalda með hérna, hvaða fylki er þetta hér sem ég margfalda með til þess að útkomi þetta hérna fylki. Þetta er 1 hérna og n hérna ásækja. Ok, þannig að ég ætla að margfalda allan fyrsta dálkin við lambda 1, þá setjum ég lambda 1 hér en 0 í all hinstökin hérna.
og svo ætla að margfalda annan dálkinn með lambda 2, þannig að 0 og lambda 2 og svo 0 alls þar annars þar. Og svo framvegis, ætla ég komið lambda n hérna niður í stækinu. Ok, hérna þarf maður líklega að pröfa að margfalda upp úr svigunum, þannig að sjá fyrir sig hvað kemur út, sjá að þetta hér, þetta samansmerki sé það saman. Pröfum að halda áfram og látum eins og þetta sé í góðu fínu lagi, sem þetta er. Núna ætla ég að kalla þetta eigingilda fylkið þarna eitthvað. Ég ætla að kalla það fylkið D. Þannig að P er ennþá þetta fylkið sinnum D. Munið að röðin skiptir máli þegar það er margfalda saman fylki. Þannig að hjá mér stendur A sinnum P er þá P sinnum D. Nú, ég get einangrað A í þessu og ég get það vegna þess að P er andhverfanlegt fylki. Ok, nú þarfum að hugsa sig er P örugglega andhverfanlegt fylki? Og svarið er já, vegna þess að við kröðumst þessin í byrjun að vera með n línlega óháða eiginvírar. Þannig að vígrarnir hér allir í P eru línlega óháðir, það þýðir að fylki er andhverfanlegt. Ok, þannig að við erum búin að tryggja það þannig að með þessari hérna forsendu að þessi eru línlega óháðir. Þannig að A er rétt á P sinnum D sinnum P míns fyrsta aftur, munið að röðin skiptir máli. Og sjálfsögðu getum við líka einangrað D í þessari jöfnu, en við ætlum að skoða þetta aðalega svona. Ok, þannig að ég get skrifað fylkið mitt sem margfeldi af eigin vígrafylkinu og eigin gildafylkinu, þar sem er eigingildin í hornalínunni 0 annars staðar, og svo eigin vígrafylkinu í mínus fyrsta. Ok, við setjum þetta aðeins saman í setningu eftir smá stund og pröfum aðeins að skoða hvað afleiðingar þetta hefur. Bara til dæmis bara fyrir eigingildin. Færum okkur til hérna. Ok, segjum ég sem eitthvað fylki A, það hefur eigingildi lambda og eiginvígurinn P. Það þýðir sem sagt að A sinnum P er eftir lambda P. Það er skilgringar á þessi eigingildi og eiginvígur. Ok, núna ef við þekkjum eigingildin fyrir A, getum við þá sagt eitthvað um eigingildin og eiginvígurinn fyrir A í öðru. Ok, svona opin spurning hérna. Og svarið er já, við getum sagt, ef ég tek þessa jöfnu hérna og ég margfaldi með A frá vinstri báðum megin, þá segi ég A sinnum P er eftir á A sinnum lambda sinnum P. Ok, A sinnum A er A í öðru og lambda get ég tekið út fyrir sviga hérna, þannig að það bara tala og þá stendur A sinnum P. Nú A sinnum P, skrifum þetta einu svona hérna, A sinnum P er lambda P. Þannig að stendur lambda sinnum lambda, svo stendur lambda í öðru, sinnum P. Þannig að ef fylkið A hefur eigingildið lambda og eiginvígurinn P, og þá hefur fylkið A í öðru eigingildið lambda í öðru og eiginvígurinn P. Og svona getum við haldið. Pröfum að sýna þetta líka með að nota eigingilda og eiginvígra fylkið, þó við séum ekki alveg búin að sýna það sér nauðsynlega svoleiðis fylkið en það. En segjum það væri svoleiðis. Segjum að við séum með A, búin að segja P sinnum D sinnum P mínus fyrsta sem P er eiginvígra fylkið og D er með eigingildin í hornalínunni. Pröfum að rekna A í öðru hérna. Þá segir P sinnum D sinnum P mínus fyrsta sinnum P sinnum D sinnum P mínus fyrsta. Þá er þetta hérna fylkið er í, en það breytir engu fyrir margfeldið og ég er með D sinnum D sinnum D í öðru, þannig með P sinnum D í öðru sinnum P mínus fyrsta. Og munið ef ég er með hornalínufylki, þá þegar ég setja í annarveldi, þá er ég bara að setja hornalínunar í annarveldi, sem öll eigingildi mín í annarveldi. Og aftur, A í öðru hefur sama eiginvígrafylki hérna, en eigingildin er öll í öðruveldi. Eigingildi er lambda í öðru, eiginvígurinn er P. Og svona get ég haldið áfram til að finna hvernig er A í veldinu K. Þá er ég að margfalda PD, P mínus fyrsta K sinnum saman. Og alltaf styttist hérna P mínus fyrsta sinnum P út, það er að vera I. Þannig að eftir stendur P sinnum D í veldinu K sinnum P í mínus fyrsta. Ok, setjum nú saman setningu sem að fjallar allt þetta. Hvenar, ekki allt þetta, heldur hvenar er hægt að hornalínu gera fylki og hvernig eru þá fylkin í því tilfelli.
setning 5 segir að við getum skrifað fylki A á svona hornalínu gerta, þá að því aðeins að A hafi n línulega óháða eiginveru. Þess að allir eiginverunni séu óháðir. Og það sem meira við getum skrifað A sem P sem D sem P minus fyrsta þar sem D hornalínu fylki, þá að því aðeins að dálkaveranir í P séu eiginverar A og þessi línu óháðir og hornalínustökin í D séu eigingildin A. Þannig að þetta alltaf búið til úr eigingildunum og eiginverum. Ok, sjáðu hérna, það lykilatriði að eiginverarnir séu línulega óháðir. Og eitt af því sem að tryggði að eiginverarnir væri línulega óháðir, það var þegar eigingildin öll mismunandi gildi. Nú, ef að eigingildin ekki öll mismunandi tölur, þá vitum við ekki hvort verarnir línulega óháðir, þá þurfum við bara að gá sérstaklega því. Ok, tökum nú dæmi þar sem við hornalínu gerum eitt fylki A. Við ætlum að hornalínu gera þetta fylki A. Við ætlum að finna á P og D. Þannig að A sem P sé eftir P sem D. Svona. Ok, fyrsta sem við þurfum að gera að finna eigingildi og eiginvektora. Nú til að finna eigingildin þá leysum við ákveðan A minus lambda I jafnt 0 og fyrir svona 3 og 3 fylki þar sem við erum ekki með eitt einstaklega jafnt 0, þá verður þetta, svolítið langir útreikningar. Venjulega myndi maður nota bara reiknivél í þetta. Við fáum hérna út að lambda 1 sé 1 og lambda 2 eftir lambda 3 ætla ég að skrifa eftir minus 2. Sjáðu, vegna þess að við fáum hérna svigan lambda plus 2 í öðru, þá ég með tvöfalt eigingildi. Mér tekst illa að skrifa 3, ég ætla samt halda áfram að reyna. Svona. Þannig að ég með tvöfalt eigingildi minus 2. Nú, að því að þetta hérna ekki 3 mismunandi eigingildi, 3 mismunandi tölur, þá getum við ekki verið vissum að eiginvigrarnir okkar séu línulega óháðir. Þannig þurfum að gá sérstaklega því á eftir. En við höldum áfram og finnum hvernig eiginvigrarnir eru. Nú, ef við byrjum að finna eiginvigrun fyrir lambda 2 eftir minus 2, þá sjáum við fáum hérna, ég er búin að draga minus 2 frá, ég er búin að leggja 2 við í hornalínunni, í uppruna fylkinu mínu A, og við sjáum að þetta jöfnunheppi hérna er algjörlega jafngilt jöfnunheppinu 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x, y, z er jafnt 0 vegurinn. Þannig að við erum með 2 frjálsarbreytur, við erum með x2 og x3 eru frjálsarbreytur, við erum með x1 er jafnt minus x2 minus x3. Þannig að vegur minn hérna í þessu tilfelli, ég ætla að kalla hann P2, eða skulum bara kalla hann P til að byrja með. Hann x1 er minus x2 minus x3, x2 og x3, sé svona. Þannig að ég fæ minus 1, 1 og 0, sinum x2, pluss minus 1, 0 og 1, sinum x3. Svo hérna fáum við 2 eiginvira. Þetta gerst stundum þegar við erum með tvöfalt eigingildi. Fæ sem sagt P2 er minus 1, 1, 0 og P3 er minus 1, 0 og 1. Ok, þannig er komið 2 eiginvira hér. Svo myndum við fara í sambilda útreikninga fyrir eigingildi lambda eftir 1. Ég ætla bara að skella inn því eigingildi P1, þeim eiginvigri, ekki sína sérst útreikninga, 1 minus 1 og 1, það lítur svona út. Ok, nú spurning hvort að þessir 3 vigrar séu línulega óháðir. Nú, við vitum að við ætlum að búa til fylki P. Ef þetta gengur upp, þá ætlum við að búa til fylki P sem er 1 minus 1, 1, fyrsti eiginvegur, annar eiginvegur og þriðji eiginvegur. Skiptir ekki máli númer hvað eiginvigurinn eru, en við þurfum að hafa eigingildin í tilsvarandi röð. Og nú vil ég vita hvort að dálkavigrarnir í þessu fylki séu hérna línulega óháðir, þannig að reikna einfaldlega ákveðuna, sem er reyndar fljót gert í þessu tilfelli. Ákveðan er 1, hún sérst ekki 0, þannig að veit að P1, P2 og P3 eru línulega óháðir. Ok, þá get ég sett upp fylkið mitt D, og við skulum reyna að hafa örugglega mun hérna á P og D. D fylkið mitt er þá fylkið 1, 0, 0,
0 mínus 2 og 0 og 0, 0 mínus 2. Svo mínus 2 það bara að vera hérna í síðustu tveimur. Ok, og svo getum við pröfað lausnin okkar. Til að pröfa hana, áður þess að þurfa að finna andhverfina fyrir P, og þá þægilega að pröfa bara hvort A sinum P sé raunverulega jafnt á P sinum D, og ef það er tilfellið, þá erum við með rétt P og D þarna. Og ég ætla ekki að skrifa útreikningana, en þeir verða svo sem báðir eða viljið pröfa að tjekka okkur af. 1 mínus 1, 1, 2 mínus 2 og 0 og 2, 0 og mínus 2. Hvort sem við reiknum út hægri hlið eða vinstri hlið. Ok, pröfum fleiri dæmi. Ok, hér erum við ekki beðin að hornalínan gera A, það er bara spurt, er hægt að hornalínan gera A? Og við sjáum strax ef við horfum á fylki A að svar er já. Og af hverju sjáum við það? Vegna þess að við erum með hornalínufylki hérna. Við erum ekki með hornalínufylki fyrirgeðu, við erum með þríhyrningsfylki. Þá getum við lesið hver eigingildin eru bara með að horfa hérna á hornalínuna. Þannig við sjáum að lambda 1 er 5, lambda 2 er 0 og lambda 3 er mínus 2. Þessi þrjú eigingildir eru með. Nú ég með þrjú mismunandi eigingildi, það þýðir að eiginvigrarnir, sem sagt eiginvigrar A, eru línulega óháðir, sem þýðir aftur að það er hægt að hornalínu gera fylkið A. Svo svarið er já, mikilvægt að muna svara spurningunum sem lærti fyrir. Ok, við pröfum nýtt dæmi. Ok, við fáum geðið fylkið A sem er þægilegt 2 og 2 fylki, 1, 3, 4, 2 og við ætlum að reikna A í 8. Það sem við gerum er að við finnum eigingildi og eiginvigra A og þau eru komin hér. Við búum til fylkið P. Við vitum að eiginvigran er línulega óháðir, ég er með 2 mismunandi eigingildi. Ég bý til fylkið P úr eiginvigrunum. Ég bý til fylkið D úr eigingildunum, láta það vera í hornalínunni, í réttri röð meðan við hvernig eiginvigrarnir voru hér. Og svo segi ég, ok, nú er A er jafnt á P sinum D sinum P í mínus 1. Þannig að A í 8. er þá P sinum D í 8. sinum P í mínus 1. Og til að reikna þetta út þá þarf ég að vita hvað P í mínus 1 er. Ég reikna andhverfuna fyrir P. Þannig að ég segi ákveðan er 4 mínus mínus 3, 1 á móti 7. Já, hún er hverjulega bleik, það er fínt. Skipti á þessum stökum og set hinn í mínus. Sjáðu þetta hérna að vera mínus 3, ekki 4 mínus 3. Sér svona. Og þá er auðvelt að reikna út A í 8. Ég segi 1, 3, mínus 1, 4. D í 8. er mínus 2 í 8, 0, 0 og 5 í 8. Sinnum P í mínus 1. Það er 7, 4, mínus 3, 1 og 1. Sér svona. Og við reiknum út þessu og fáum eitthvað dásamlegt. Við fáum 167.557, 167.301, 123.068 og 223.324, eitthvað. Þessi útreikningurinn er auðveldur vegna þess að við höfum hana línulegu eigingildin og eiginvigrana. Ok, pröfum að taka þess bara út frá þessu dæmi. Sjáðu hvað gerist hérna ef við segjum að við séum að setja í veldi K. Svo ef við erum að setja A í veldi K hérna, þá erum við að setja bara eigingildin öll í veldi K. Skrifum þetta þessu upp. Sjáðu, eftir því sem að K breytist, þá breytist P og P minus 1 ekki neitt og þeir halda stöður. En það er sem sagt lambda 1 og lambda 2 upp í lambda n sem er að fara í veldi K. Þannig að þegar K stekkar, hvað er eiginlega að gerast með fylkið A í veldinu K? Þú veist, hvað er að gerast með stökin í fylkinu? Nú, við sjáum að ef stökin mín hérna, ef þessi hérna tala lambda 1 og hin eigingildin sömuleiðis eru tala sem er stærri en 1, þá er einhver tala stærri en 1 í veldinu K alltaf að stækka og stækka og stækka og stækka. En aftur á móti ef þessi tala væri minna en 1, það er að segja á tölugildið að lambda I væri minna en 1, væri mjög starf á bilinu -1 til 1 sem sagt,
Nú þá eftir því sem setjum þetta í hærra og hærra veldi K, þá erum við að fá minna og minni tölu. Þannig að eigin gildin hérna að segja okkur eitthvað þróunina á þessa stærð, þetta A í veldinu K. Og við ætlum að pröfa að taka eitt dæmi kerfi sem lýst einhvern veginn með svona jöfnu. Pröfum að sjá dæmi. Ok, einhverju kerfi K lýst með þessari jöfnu hérna sem við kallum rakningaformúlu. K plus 1 eftir A sem xk. Stak númer K plus 1 alltaf skilgrind út frá stakinu og undan. Vigrinum og undan hana. Við þurfum þá að vita einhvern veginn hvernig við byrjum. Það x0 hérna, þannig að við getum reiknað x1 og þegar við höfum x1 þá getum við reiknað x2 og svo framvegis. Og svo gefið hérna hver gildin í fylkinu mínu A er. Við pröfum að reikna út til dæmis x1. Hver er ástandi í kerfinu mínu eftir eina til dæmis sekundu getum við sagt, eða eitt skref eða eitthvað slíkt. Og það er A sinnum x0. Við tekum semst A og margfaldar með x0 sem er 0,6 og 0,4 hérna. Við reiknum út þessu, þá fæ ég eitthvað svo mikið sem 0,582 og 0,418. Nú til að vita hvað gerist fyrir x2 eða hvað er x2, þá reiknum við A sinnum x1. Sem er aftur A sinnum x0, ekki satt. A sinnum x0 stendur hér, þetta er x1. Þannig við reiknum A sinnum vegurinn 0,582, 0,418. Við reiknum út þessu og fáum 0,5, 6, 5, 4, 4, 0,4, 3, 4, 5, 6. Svona. Og svo ætlaði að reikna, svo getum við haldið áfram reikna x3, þá þarf ég að reikna A sinnum x2 og til að reikna, til að reikna x100, þá reikna A sinnum x99 og til að reikna x99 þá þarf ég að reikna x98, alla þar á undan. Þess að ef við viljum vita hvað gerist almennt þegar K er að stækka, þá er þetta svolítið sennilega aðferð að vera margfalda þetta saman aftur og aftur og aftur. Ok, hér koma aftur eigingildin og eiginviðranir stertinn. Við skrifum hjá okkur. Við reiknum eigingildin með að reikna þessu ákveðu, finna rætur hennar. Hérna sjáum við ekki bara út hennar, þurfum að nota hérna formúluna. Lambda er jafnt og mínus b, plus 1,92, plus mínus rótin af 1,92 í öðru mínus 4 sinnum 1 sinnum 0,92. B í öðru mínus 4ac, delt með 2a, svo 2 sinnum 1. Sér svona, og við fáum út, annars verðum við með 1 og hins verðum við með 0,92. Þetta eru eigingildi mín. Lambda 1 er 1 og lambda 2 er 0,92. Nú, svo förum við í að reikna eiginvigrana og það kemur í ljós að þeir eru P1 er 3,5 vegurinn og P2 er 1-1 vegurinn. Hérna, ég leyfi ykkur að eiga útreikningan á því. Nú, þessi eiginvirar eru greinilega línulega óháðir, eigingildin eru mismundi og við sjáum líka á þeim tiltölulega létt að þeir séu línulega óháðir. Og að því þeir eru línulega óháðir og við erum með 2 vigra í í öðru, nú þá spanna þessi 2 vigrar allt planið, allt í öðru. P1 og P2 eru línulega óháðir. Og spanna þá allt í öðru. Nú, ef þeir spanna allt í öðru, það þýðir ekki búið til hvaða vegur sem sem línulega samantækt af þessum 2 vigurum. Nú þá sér í lagi get ég búið til vegurinn x0 sem línulega samantækt af þessum 2. Minni x0 er vegurinn sem við gefur okkur eitthvað svona byrjun að skilja í kerfinu okkar. Nú ætla ég að nota þessa jöfnu til að finna C1 og C2. Ok, ég segi þess að vegurinn minn x0, hann er jafnt og ég ætla að skrifa þetta sem fylkjajöfnu í staðinn. P1, P2 í dálkavegurinn hérna, í einhverju fylki, sinnum C1, C2. Þetta gefur mér saman, það er línuleg samantekt af dálkavegurunum. Nú, ég veit að P er andhverflegt fylki, þannig að ég get einangrað x0 í þessu. Nei, C1 og C2 í þessu.
þá fæ ég fylgi mitt P1, P2 í mínus fyrsta margfaldað við x0. Þetta er margfaldað hérna frá vinstri bæði megin. Nei, frá hægri bæði megin. Já, frá vinstri ekki. Ok, reiknum út af þessu. Finnum hvað C1 og C2 eru. C1, C2 er eftir og fylgi mitt P í mínus fyrsta. Fylgi mitt P var mínus 3, 1, 5 og mínus 1. Það hafa það í mínus fyrsta. Sinnum vigurinn minn x0, 0,6 og 0,4 sem var gefin í byrjun. Nú ákveðan fyrir þetta er mínus 3, mínus 5. Það er ákveðan. Það er 1 á móti mínus 8. Og andhverjan þá skipti á þessum tveimur stökum og seti inn mínus. Þannig að andhverjan lítur bara svona út. Og svo margfalda hérna með þessum vigri og fæ út að C1 er 0,125 og C2 er 0,225. Svo svona. Ok, nú ætlum við að reyna að finna einhvern veginn formúlu fyrir xk sem við getum reiknað út xk á þess að vita öll stöki sem koma þar undan. Öll xk-in þar á undan. Ok, ég skrifa xk. Og það er, við skulum byrja á að skrifa bara hvað x1 er og reyna að sjá hvort við sjáum eitthvað munstur. x1, og það er a sinnum x0. Við veitum það. Ok, x0, það getur skrifað sem línulega samantekt af vigrunum P1 og P2. Þannig að með a sinnum C1 P1 pluss C2 P2 sem þetta eru einingaverinir. Og nú veit ég að það margfaldað með fylki er línulegt, þannig að ég tek fasta C1 út fyrir sviga, fæ C1 sinnum AP1 pluss C2 sinnum AP2. Nú veit ég að P1 og P2 eru eiginvigrar fyrir fylkið A, þannig að þetta er að sama að segja C1 sinnum lambda 1 sinnum P1 pluss C2 sinnum lambda 2 P2. Og C1 og C2 er eitthvað sem við þekkjum og lambda er eitthvað sem við þekkjum og P er líka eitthvað sem við þekkjum. Ég ætla að láta mig nægja að skrifa bara, við skulum hafa þetta bara svona. Ok, pröfum að kíkja á næsta, sem sagt á x2. Það kemur hérna x2, hann er blár. A sinnum x, ekki x0, þetta er x1. Skilgreint fyrir út frá næsta undan. Ok, x1, hann sendur hér, ég set hann inn, A sinnum C1 lambda 1 P1 pluss C2 lambda 2 P2. Og svo margfaldaði lið fyrir lið og tek viðandi tölur út fyrir sviga. Það stendur C1 sem lambda 1 sinnum AP1 pluss C2 lambda 2 sinnum AP2 og AP1 er lambda 1 P1. Þannig að C1 lambda 1 í öðru P1 pluss C2 AP2 er lambda 2 P2, þannig að ég fæ C2 lambda 2 í öðru sinnum P2 sem er svona. Og svona get ég haldið áfram. Og haldið áfram til ég sé hvert munstrið er. Það er þetta að sína að xk, og það er C1 sinnum lambda 1 í veldinu k sinnum P1 pluss C2 sinnum lambda 2 í veldinu k sinnum P2. Sér svona. Ok, og lambdaðin þekki við og C1 og C2 voru líka búin að finna í okkar tilfelli. Þannig að hér í þessu dæmi er xk. Lambda 1 var 1, þannig að 1 í veldinu k verður bara 1 og ég með C1 sinnum vigurinn P1. Skrifum bara P1 og skrifum inn hver talan C1 var. Hún var 0,125 sinnum P1 pluss C2 0,225 sinnum lambda 2 sem var 0,92 í veldinu k sinnum P2. Þetta er svona. Nú sjáum við að við erum með tölu hérna 0,92 í veldinu k. Hvað gerist með þessa tölu þegar veldið k stefnir á óendanlegt? Nú, hún stefnir á 0. Þess að 0,92 í veldinu k stefnir á 0 þegar k stefnir á óendanlegt. Það þýðir að xk-vigurinn minn, hann stefnir á
hann stefnir á, ef þetta verður 0 þá er allir þessu liðir hérna 0 og eftir verður bara þessi hérna hver. 0,125 sinnum vígurinn minn 35 þegar K stefnir á óendanlegt. Sem sagt 0,375 og 0,625. Þannig að kerfið mitt nær einhvers konar jafnvægi eftir sem K stækkar og það stefnir á að vera akkurat þetta hérna gildi eftir sem K eru stærra og stærra gildi. Þannig að eigingildin og eiginveranir hjálpuðu okkur þarna að greina hvað er að fara að gerast eftir því sem K stækkar. Það getur verið eftir sem tíminn líður eða eitthvað slíkt. Ok, við segjum þetta gott í bílu eigingildi og hornalínugerninga.